Eitt af því sem ég elska við Ísland vináttan okkar við margar ólíkar þjóðir. Fáar vináttur eru jafn djúpar og mikilvægar og vináttan við landið sem blasir hérna við bak við mig, já gott fólk, vináttan við Grænland. Hér búa aðeins 56.000 manns í afar harðbýlu landi. Grænlenska þjóðin náskyld frumbyggjum í Alaska og í Kanada. Þau hafa sitt eigið tungumál, sína eigin menningu sem Grænlendingar vilja vernda og styrkja og efla. Og við Íslendingar þekkjum vel þá tilfinningu að vera í því að berjast fyrir sjálfstæði og efla það. Grænland risavaxið. Það nær frá Oslo til Rómar ef maður leggur það í raunstærð ofan á landakort. Þetta auðlindaríkt land á marga vegu, út frá menningu og sögu, út frá málmum, út frá fiskveiðum og þá ótrúlega möguleika í orku, ferðaþjónustu, tækni og öðru sem skiptir máli fyrir framtíðina. Saga Íslands og Grænlands sannarlega samtvinnuð og mig langar til að skoða með ykkur tíma víkingana. Það var nefnilega fyrir meira en 1000 árum sem Eiríkur rauði var gerður útlægur frá Íslandi og hann sigldi með Þjóðhildi konu sinni og föruneyti hingað til Grænlands og það var hér sem þau numu land. Hér ég stödd í Bröttuhlíð, bæ Eiríks rauða og Þjóðhildar. Það að segja endurgerð af bænum eins og hann leit út. Sjáu þið hérna hvað hann flottur. Eigum við að kíkja inn? Komið með mér. Sjáu þið hérna. Hérna eldstæðið eins og það leit út á þeim tíma og komið þið hérna með mér. Þetta hefur ekkert verið neitt smá á sínum tíma. Ekkert smá ríkidæmi í sjálfu sér. Hér ég inni í kirkju Þjóðhildar, það að segja endurgerð sem Íslendingar gáfu Grænlendingum árið 2000. Og það sem merkilegt finnst mér að sjá hérna hvernig gluggar voru gerðir. Hérna verið að strekkja selskinn til þess að búa til glugga. Veistu hvað þetta merkilegt? Hér dafnaði norræn byggð í meira en 500 ár, en síðan hvarf hún. Í þessari kirkju var brúðkaup árið 1408 og það eru síðustu heimildirnar sem við höfum víkingana á þessu svæði. Eftir það hurfu byggðirnar og enginn veit nákvæmlega af hverju. En sagan endaði ekki þar. Aldamótin hófst búskapur í Bröttuhlíð á ný. Bærinn hafði verið í eyði í margar aldir eða frá tíma víkingana. Hér ég komin inn í húsi hans Otto Fredriksen sem byrjaði þetta allt saman árið 1924 hérna í Bröttuhlíð og á myndinni hérna fyrir aftan mig má sjá son hans sem hann skírði einmitt Eirík rauða með vísun í söguna. Í dag ennþá búskapur í Bröttuhlíð og afkomendur Otto Fredriksen hafa margir hverjir orðið bændur og búa víðsvegar Suður-Grænland. Sjáu þið hvað þetta grænt? Þetta gæti í raun og veru alveg eins verið á Íslandi. Meira að segja hér eru íslenskar kindur bakum mig. Ég veit ekki hvort þið sjáu þetta. Ég var sjálf ástfangin af Grænlandi þegar ég kom hingað til Qaqortoq fyrir rúmlega 20 árum til að vera á námskeiði sem var haldið fyrir ungt fólk frá Grænlandi, Færeyjum og Íslandi og þar kynntist ég meðal annars Katti sem hefur verið vinkona mín síðan. Þegar ég var á leiðinni hingað aftur, nefndi ég við Katti að ég væri að fara á söguslóðir Eiríks rauða hingað í Bröttuhlíð. Ég held ég hafi aldrei verið jafn hissa á ævinni og þegar ég heyrði svarið frá Katti. Qatalik alaallisut qassiarsum taasarparput uataatama ittuata nutserfigiva 1924 savaateqarneq nunaateqarneq uterteqqillugu vikkingit tassa qallunaatiaat savaateqarfiginikuusaata kingerna. Hverjar eru líkurnar á að einhver sem maður hitti fyrir rúmlega 20 árum síðan sé líka frá Bröttuhlíð, sé frá heimabæ Eiríks rauða? En eins og þið heyrðuð að það voru forfeður Katti sem byggðu upp Bröttuhlíð eftir að víkingarnir fóru héðan
mörgum öldum eftir að víkingarnir fóru héðan og þannig hófst saga búskapar á Grænlandi á ný og í dag eru eftirlifendur forfeðurs Katli sem hafa byggt upp búskap hér víða Suður Grænland. Við vinnum þegar með Grænlendingum á mörgum sviðum, á sviði orkumála, á sviði landbúnaðar, á sviði ferðaþjónustu, í gegnum menntun, í gegnum samvinnu á milli ungs fólks. En við getum gert svo miklu meira. Iceland and Greenland have similarities where we are isolated islands and we have unique cultures and we have unique languages and we need to work together to exchange knowledge, make our world a better place for the youth and the next coming generation. Svæði sem Ísland og Grænland tilheyra, norðurslóðir, að breytast hratt. Hlýnun skapar bæði ógnir og tækifæri. Minni ís á norðurslóðum eykur aðgengi að auðlindum en minni ís þýðir líka gjörbreyttar aðstæður fyrir þau samfélög sem hér búa. Heilt haf að myndast í fyrsta skipti í mannkynssögunni eins og við þekkjum hana. Og það þýðir að nýjar siglingaleiðir sem að tengja Evrópu og Asíu saman eru að myndast og þær eru styttri en hefðbundnar siglingaleiðir og þetta þýðir að umferð hér á þessum slóðum mun aukast. Þetta þýðir að ásókn í auðlindir eins og við sjáum þegar í dag mun aukast. Þetta þýðir að norðurslóðir eru ný miðja í heimsmálunum og þess vegna, ekki síst, skiptir máli að við, Grænland og Ísland, vinnum náið saman. Eitt af því sem ég elska við Ísland þessi vinátta við Grænlendinga. Þetta samstarf sem nær aftur í tímann, meira en 1000 ár. Nú komið að því að rækta næsta kafla í samskiptum Íslands og Grænlands saman. Það kjarni málsins. Lilli ísbjörninn. Lilli ísbjörninn. Nei. Hér erum við að tala lítinn Portúgali. En á Suður Grænlandi.